Ja, þvílíkur sigur hérna í fórkeppni sambandsdeildarinnar, þú hlýtur að vera sáttur. Já, bara mjög sattur svona heilt yfir að vinna 3-0 í svona fyrsta leik í Evrópukeppni aldrei auðvelt og hérna, mér finnst svona í stuttum orðum bara mjög góður fyrirháleikur hjá okkur, kannski eina besta í sumar og svona allt sem vorum að leggja upp, ákefði liðinu, pressa á boltamann, hreyfingar á boltan og svæði sem vildum að sækja, gekk mjög vel hérna í fyrra leik og vorum bara sangjart yfir. Setna leikur þeir koma svona ofar okkur, setja miklu betra pressu og við svona einhvern veginn svona hættum aðeins að hreyfa okkur og gera þetta sem gerum í fyrra leik og þá svona mistum kontroll á leiknum en þá verðum að verjast vel og við gerum það sannlega. Ég veit þessi fyrri hálfleikur, hvað var einhver eldræða sem fór fram fyrir leik í Bundesliganum? Nei, ekki eldræða sko, við hérna erum að undirbúa þetta eins og hina leik í deildinni og eins og ég kom inn og við mætum í þennan leik með fullar sjálfströsti, mér finnst við svona fórum vel yfir hérna hvernig Flóra spilar, þeirra styrkleikana og veikleikana og bara í rauninni bara fórum vel yfir hérna gameplani. Annars líka var svona mikið ákefði liðinu, svona mikið spenningu fyrir leikin og það sjást hérna í tensitynu af leiknum í hérna sérstaklega fyrra leik og hérna bara mjög ánægilegt. En núna þetta bara 45 mínútur búnar af þessum einvígum og hérna við fáum svona heila vikur að skoða bæði sem við gerum vel og hérna líka sem við gerum ekki nóg vel í setna leik og hérna það fullt af hlutum sem þurfum að laga þar. Þú fórst út til Eistlands fyrir þennan leik, fannst þér að svona breyta miklu fyrir uppleggið hér í dag? Já, hjálpa miklu, ég vil orða þetta frekar þannig sko að hérna sjá lítið live þetta alltaf allt annan en hérna horfa á vídeo og við í þjálfarateyminu erum bara að leggja okkur tvílíkt fram, ekki ég bara meira en hinn sko og hérna erum að reyna að undirbúa liðið þess best við getum fyrir hver einasta leik, það var ekkert öðruvísi núna og alltaf þegar tækifæri eins og segir að fara og horfa anstæðing live, þá ger ég hvorki þetta hérna á Nýja Zelandi eða á Grænlandi og hérna góð sigur hjá okkur, góður en segir sko fyrra leikur í þessum einvígum og núna fáum heila viku til að undirbúa okkur vel utan okkur býður erfiður leik hérna úti. En ef þetta stert að vera þá 3-0 yfir? Alveg klárlega og fá ekki mark á okkur, sterkur sigur og sterk líka að fylgja því sem búin að vera undanfarinn. En svona eitt sem verið að koma líka inn á, það bara stuðningin sem var í dag og búin að vera undanfarinn leikjum og svona það svona jákvæð ára núna yfir fótboltaliðið Vals og allt sem í kring og þetta svona eitthvað sem ég ánægður mest við og sjálfsög viljum við vinna leiki og það ekkert að því en það svona tengjast núna eitthvað svona ákveðin stemning í klubnum og með stuðningsmönnum og þetta eitthvað sem þurfum að efla meira bæði svona við þjálfarar og leikmenn og stuðningsmenn og allir sem koma við utan það gaman að vera valsari. Nú fer félagaskiptið að glugginn að opna innan skamms, ertu eitthvað búinn að hugsa það? Ekki mikið, það búinn að vera það mikið að gera hjá okkur að undirbúa leiki og maður þannig gerður að vilja bara halda fókus á næsta æfingu og næsta leik en við erum með líka frábæra stjórn sem alltaf í samband við okkur og erum alltaf að ræða þessa hluti, fótbolti live og þú verður að vera alltaf á tánum og vera proaktífur þannig við sjáum til hvað gerist hjá okkur í gluggunum. Við erum líka með nokkra leikmenn sem eru meiddir sem við svona vonum mikið að þeir koma inn og hjálpa liðinu eins og allir strákarnir að gera núna þannig það eru bjartir tíma fram á það. Býstu við einhverjum leikmönnum að fara frá okkur eða á láni? Nei, ég býst ekki við því sko hérna það það mikið leikaálag hjá okkur þannig ég ekkert að hugsa að lána eitt en eitt. Við erum með geggjað hóp, það mikið samstæð í hópnum og hérna við þurfum að efla þetta enn meira. Það líka sanngirni og við erum að fara í það marga leiki núna framhundan að við þurfum bara hver einasta að halda og allir eru gríðarlega mikilvægir og það sem ég kom mjög oft inn og það skiptir engu máli þú byrjar leikinu að koma inn og þú þarf bara að skila þetta sem liðið þarf og við bara tökum ákvörðun eftir því hvað við teljum er best fyrir liðið og strákarnir bara áhuga á skilið og sem ég sagði hérna í viðtalinu núna í vikunni, við erum bara að halda áfram að leggja enn meira okkur og vera með enn meiri hungur þá gerist það góð hluti. Svona rétt í lokin, hvernig verður þetta ferðalag til Eistlands, hvernig farið út? Við erum að fara út á þriðjudaginn og hérna mér finnst þetta bara skipulag vel, við náum alveg að æfa úti og það vantar ekkert hérna í undirbúningi eða umgjörði hjá okkur í Val og við verðum klárir á 15. kvöld. Takk hjá. Takk fyrir vinur.